Góða daginn strákar, þetta þáttur sem þið vilja ekki missa af, þannig að hlustiði vel. Þegar margir strákar gera mistök, margir menn gera mistök. Þetta örugglega einn af helstu mistökum sem menn gera. Ekki mistök, þeir bara hafa ekki lært það eða enginn hefur sagt þeim eða kynnt þeim það eða sýnt þeim það. Í þessu tölu orðum ég að setja saman námskeið, þannig getið fengið þetta allt á einu bretti og þurfið ekki að bíða viku til 2 vikur til þess að fá efnið ykkar. Og þetta sem ég að fara að taka fyrir í dag beint úr námskeiðinu. Líka ásamt fleiri hlutum sem ég er búin að vera að tala en áður líka í námskeiðinu. En ég ákvað bara að taka beint úr námskeiðinu. Eftir þennan þátt munum þið skilja hvernig þið ná að vera meira svona dularfullir og meira svona virðing og svona meira spenna sem menn. Þið verður meira svona spennandi fyrir konur og meira svona heillandi. Býr þið miklu meira hrifningu. En ég ætla að byrja með sögu sem var upprólan gerð til þess að kenna konum fyrir mörgum árum að varast vondumönnum. Það mikið sálfræði í þessu fyrir okkur mennina að skoða þessa sögu. Og sagan mann sem heitir Bluebeard, bláskeggur. Þetta skaldsaga. En þetta var maður sem var átti mikið af peningum og mikið vald og svoleiðis. Og átti marga konur sem svona eiginkonur voru búin að gifta sig oft. En þær hurfu alltaf. Fóru alltaf eitthvað í burtu eða hurfu. Og fólk var mjög hrætt við hann mann, en samt ekki. Og hann að fá sér nýja konu og finnur sér nýja konu sem svona pínu smeyk við hann og allt svoleiðis. En þegar kynnumst honum þá þetta mjög næs og almennilegur maður. Og hann býr í þessu risastóru kastala. Og þessi kastali getur hort á það sé svona við okkar innri sálfræði, hver við erum. Þegar hún kynnumst honum bara mjög fín og mjög almennilegur maður. Og hann fer oft í burtu í nokkra vikur. Þetta gerist á kastala tímabilinu, hvernig sem það og hann segir við hann að þú mátt gera hvað sem þú mátt fara inn í öll herbyggin eins og þú vilt, þú mátt gera hvað sem þú vilt, þú mátt bjóða öllu viniðinum, þú mátt gera allt sem þú vilt inn í kastalanum, fara inn í öll herbyggin og bara njóta þess. Og hérna eru lyklar af öllu herbyggjunum en það einn lykill af einu herbyggi sem þú mátt alls ekki fara inn í. Þú bara öllu kringumstæðum mátt ekki fara hann inn. Og hún bara lofar því að ekki fara þar inn, alveg sama hvað. Svo fer hann í burtu og hún býður allir vini sínum og hefur gaman og fer inn í öll herbyggin og eitthvað svoleiðis. En forvitnin að drepa hana. Hún verður svo forvitin að hún þarf að kíkja inn í þetta eina herbyggi þótt hún mátt það ekki. Og einn daginn ákvað hún að fara hana inn og þegar hún opna hurðina og sér þar alla fyrrverandi konun hans. Það voru lík þeirra og allt út í blóðið og missi lyklana í blóðið og tekur síðan lyklana. Og alveg saman hvað hún reyndi þá náði hún ekki að þrífa lykilinn. Það var alltaf eitthvað blóð í honum. Þannig að þegar hann kemur síðan heim og þá sér hann að hún svolítið ekki alveg í jafnvægi. Og hann spyr, allt í góðu? Sástu eitthvað sem áttur ekki að sjá? Hún bara, nei, ég sá ekki neitt. Og hann spyr, hvað lyklanir? Tekur hann lyklana og sér að það blóð á lyklana. Og segir við hann að við þurfum að fara núna inn í herbyggi og sjá hvað hann inni. Og hún voru dauðhrædd og fer með honum. Og hann segir, núna verður þú að deyja. Og þá koma bræður hennar, brjótast inn með sverði sín og bjarginni og elta hann og hann deyr. Og það sem við getum lært af þessu að á sálfræðanótum fyrir okkur mennina að kastalinn eins og við, kjarnin okkar hugsanir, okkar sálfræði. Og að gefa einhverjum lykil eða aðgang af einhverju herbyggi sem á ekki að vera opnað fyrir einum með neinum, á bara að vera okkar kjarni. Og mistökin sem Bluebeard gerði var að láta lykilinn frá sér, leyfa hann að komast þannig inn. Það sem sagan reyna að segja ykkur og ég reyna að segja ykkur að menn opna sig og hratt og of snemma tilfinningarlega. Þeir segja frá öllu sínum vandamálum og sínum veikleikum og allt sem þeir að gera. Með þess að líka allt sem þeir gera í lífinu, hvað sem það að stefna á eitthvað svoleiðis, markmið og eitthvað svoleiðis. Gefa frá sér allt sem gera á dularfulla, eða svona mystery, gefa það frá sér strax, það ekki dularfullt, það engin spenna hana, það bara ekkert sem þeir eru að fela eða ekkert sem þeir eru að passa og venda eins og þessin innri kjarna. Og ef þú gefur konu strax, þú ert að kynnast henni eða eitthvað svoleiðis, alla hugsanirnar þínar, alla athyglina þínar, alla tilfinningarnar þínar strax, þá ert að segja ómeðvitað og gefa þessu skilaboð frá þér að þú ert ekki mikilvægasta manneskjan í þínu eigin lífi. Þú hefur enga stefnu, enga sjálfsvirðingu og hefur ekkert svona innri kjarna til þess að venda og passa upp á hver þú ert sem maður. Þú verður að halda hluta af sjálfu þér, hvað sem að þessi tími, tilfinningalegar, hugsanir, algjörlega þínum
innri kjarna, þetta bara þinn innri styrkur, hver þú ert sem maður sem þú verður að halda þér frá konum og líka öðru fólki stundum. Ef maður gefur sig og snemma eða of auðveldlega, þá skynjar konan þessa hluti. Þú þarft ekki að segja þetta eða tala þetta, hún þarf ekki að segja þetta, hún bara skynjar þetta frá þér. Að maðurinn hefur ekkert það sem hann að venda eða passa upp á hjá sjálfum sér. Hún skynjar það að hún þarf ekki að vinna fyrir einu frá þér. Hún fær þetta bara allt upp á borðið. Og hún skynjar að hann á ekkert sem tilheyrir honum. Hann ekki með neitt sem hann á, sem hann með, sem tilheyrir honum. Þú getur farið 2 leiðir, það óheilbrigða leiðin og heilbrigða leiðin. Óheilbrigða leiðin þegar menn eru að loka á tilfinningarnar og svona afneita tilfinningunum og svona byggja þær og ekki opna þær og bara svona íta þeim niður til þess að reyna að fela þær og svo fólk sjáir það ekki eitthvað svoleiðis. Það svona óheilbrigt af því að þá getur það komið tilbaka sem svona meiri vandamál og meiri svona stjónsemi í okkur mönnunum. Þegar við erum að reyna að þrýsta eitthvað og loka eitthvað tilfinningulega, þegar við erum að reyna að fela út á óöryggi og við erum að passa eitthvað sem við erum óöryggi með. Það er svona óheilbrigða leiðin að gera. En heilbrigða leiðin að þú veist hver þú ert og veist hvað þú stendur fyrir og hvaða partur af sjálfum þér þú ætla að halda fyrir sjálfum þér, sem bara off limit fyrir konur eða fólk. Þegar þú gerir það, þá skapar virðingu og traust hjá öðru fólki. Þegar fólk traustir ekki virðir ekki fólk sem gefur sér alla fram og gefur sér allan aðgengi að manni sjálfu. Og núna ætlum við að fara í hvernig við gerum þetta. Þannig að við verðum meira svona dularfullir og miklu meira svona býr til hrifningu. Og ætlum ekki að vera að opna okkur of mikið en án þess að gera óheilbrigðan hátt. Þegar þú ert að kynnast einhverjum, hvort sem eitthvað öðru fólki eða maður eða kona eitthvað svoleiðis, ekki opna það allan, ekki segja frá öllu þínu hugsunum, öllu þínu hugmyndum, öllu þínum tilfinningum strax. Þú vilt bara deila svona hluta hægt og róla, gefa alltaf smá part af sjálfum þér, svona hægt og róla. Því meira sem þú treystir manneskjunni, því meira sem þú kynnist henni, þá gefur alltaf svona meira frá þér, ekki bara opna allan strax. Þú vilt leyfa henni að vinna inn fyrir svona dýpstu hlutunum af sjálfu þér, með tímanum, hægt og róla. Og svo getur haldið eitthvað svona tíma fyrir sjálfum, eitthvað svona tími sem þú átt, sem eingöngu ætla fyrir þig. Þetta bara þinn tími, hvort sem það er eitthvað svona draumur sem þú elta, eða eitthvað markmið sem þú ert að stefna á, eða tíminn í ræktinni, eða eitthvað venju sem þú ert vanur að gera, sem þú átt, sem þú ert alltaf að gera, og þú bara heldur áfram að gera þér. Bara þínar venjur, þinn tími sem þú heldur fyrir sjálfan sig, sem manneskjan fær ekki að breyta eða komast að. Ef þú ert í sambandi þá þarfst að halda eitthvað stefnu fyrir utan sambandið. Hvort sem það markmið eða eitthvað áhugamál sem þú átt fyrir utan sambandið sem bara þitt. Þú heldur þinni stefnu í að rækta og vera í því fyrir utan sambandið. Ég skal koma dæmi eins og frá sjálfum mér. Ég var í sambandi með stelpu og ég átti bara minn ræktartíma. Ég fór í ræktina og það var bara mitt heila space. Því ég var með mikinn fókus og mikil svona einbeitingu á bara ræktina og ég vildi að enginn myndi trufla mig. Hún kom stundum með mér í ræktina, fór hún bara að gera sitt og ég fór bara að gera mitt og hún fann fyrir svona smá orku bara, ok, þetta er hans space, hann einbytta sér á þessu og hún svona komst einhvern veginn ekki alveg að mér þegar ég var í ræktinni. En þegar hún kom kannski eftir einhvern tíma og talaði að heyri mér, þá náttúrulega var ég opinn og talaði við hann og allt svoleiðis. En síðan fór ég bara aftur í ræktina og þá var ég kannski með félagum mínum og svoleiðis, þá bara minn sálfræði tími og hún fann svona vildi meira, hún vildi vera svona partur af þessara orku þar sem ég var stölur í ræktinu og mikla fókus í ræktinni. Make þetta sense, þetta var bara svona mitt quality time sem ég var að verja og þetta býr til svolítið hrifningu. Þegar ef þú hleypur manneskjunni of mikið hratt og of snemma inn fyrir þinn kjarna, hver þú ert og það sem þú innri manneskjuna þína, þá ert að segja með þetta að hinn manneskjan miklu merkilegari en þú og þú ert ekki nógu merkilegur gagnvart sjálfu þér. Að þú ert ekki að passa upp á þitt eigin líf, þín eigin stefnu og þín eigin markmið. Að því að menn eiga til með að fara í samband og eru á dullir ræktinni og svo hætta í ræktinni að því að konan segir ég vil að þú eyðir meiri tíma með mér og þá missir hún virðingu að því að þú ert ekki að venda sjálfa þig, þú ert ekki að venda markmiðin, stefnuna þína og þá finnur hún fyrir óöryggi og að þú stendur ekki með sjálfu þér og ef þú stendur ekki með sjálfu þér, hvernig getur þú staðið með öðru fólki í kringu þig?
hvernig getur þú staðið með henni í framtíðinni, þú veist, stendur ekki með sjálfu þér. Annað dæmi, félag var að deyta einhverju stelpu og þegar þau eru að kynnast, hann segir bara að vinnu sem smiður, ekkert meira, allt er góðu. Og svo seinna eftir að hafa búin að deyta í meiri tíma, þá kemst hún að því, herru, ok, hann stjórnar sínu eigin fyrirtæki. Þannig var hann að geyma parta sjálfum sér og ekki deila á hratt og ekki hleypa á hratt að sér. Þú getur með þess að gert þetta líka, þú veist, eins og ef þú ert að hugsa eitthvað, þú ert ekki að pæla, þú ert að hugsa eitthvað svona og manneskjan spyrði hvað ert að hugsa, ekki þá að segja ekkert, það skiptir ekki máli, þá getur þú sagt bara ég er bara að hugsa á okkur hlut en ég vil ekki deila honum og þá er strax komið dularfull, hvað ert að hugsa, hvað ert að fela, hvað er hann á bakvið sem ég má ekki vita og þú getur gert þetta bara án þess að gera einhvað, bara með að segja ekki alveg öllu frá hvað þú ert að hugsa eitthvað sem ok, þú getur valið eitthvað sem verður þitt og það er ekkert að vera stórt, það getur verið bara út að hlaupa, þú ert alltaf út að hlaupa fyrir sjálfa þig, þá fær enginn að koma með, þetta er bara þitt quality time, svo getur leift náttúrulega manneskjunni að koma með eða þú ert að huglega eða þegar þú ert að læra eitthvað nýtt, ekki deila frá reynslunni eða hvað þú upplifir strax, þú getur gefið svona smá part frá þér, af því að þetta er krúsalatri að hafa sem karlmaður á heilbrigðan hátt að þú átt eitthvað sem er þitt sem enginn kemst að, enginn fær. Það er heilbrigðaleiðin og óheilbrigðaleiðin er þegar þú ert að forðast að deila frá þessu að þú ert að gera hræddur og óöruggur og ert að reyna ekki einhver fólk kynnist þér, það er mjög óheilbrigt því að það mun koma tilbaka og er að meira skaðlegt heldur en eitthvað, það kemur bara sem óöryggi og vanlíða og stjórnun og eitthvað svoleiðis. Þannig að gera þetta meðvitað að einhver partur sjálfur er off limit fyrir aðra eða fyrir hana. Þannig að ég vil bara segja takk kærlega fyrir að hlusta, þannig að við sjáumst.